Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Maður má í raun og veru segja að Hvolsvöllur breytist í svona eins og lítinn ferjubæ í Danmörku þegar að Herjólfur fer að ganga hér á milli. Við hellum alltaf upp á kaffi bara fyrir hvern og einn. Þá þetta bara svona þessi gamaldags uppáhellingur sem hefur verið svona öðlast aldrei nýja lífsdaga núna í kaffiheiminum síðustu árin. Og þá það bara alltaf ferskt og nýbruggað og fallegt fyrir hvern og einn. Halló, góðan dag. Halló, guten tag. Þetta þýðir á öllum tungumálum halló og eitt þýðir velkomin. Hérna ég með kónga og drottningar og allt mögulegt, sko. Hvaða fólk þetta? Ég veit það ekki. Það kannski rétt það sem þú segir. Fólk, það bara skeður eitthvað hérna. Nú ef að það kemur ljós að það erfitt að láta ganga upp, að þá kemur nú fljótlega að því að við getum bæði farið á eftirlaun og þá eldust við hvort annað bara hérna í skóginum. Komið þið sæl, við heilsum að sunnan úr kyrrðinni hér á flugvellinum í Vestmannaeyjum. Engar flugvélar nú, við heyrum bara fugla kvaka. Það er smá þokuslæðingur hér í fjallshlíðinni en ekkert sem truflar samgöngur í dag. Í þessum 20. og 4. og jafnframt síðasta þætti þáttaraðarinnar ætlum við að gera það sama og við gerðum með miðbik hennar. Við ætlum að líta yfir farinn veg og rifja upp það sem við höfum verið að gera í þáttunum undanfarnar vikur. Fyrir rúmu ári byrjaði Magnús Jóhannsson að bjóða upp á háfaveiðar í Þykkvabæjarfjörunni. Samkvæmt Vísindavefnum lifa nokkrar týpur háfa hér við land og eftir því sem við komumst næst eru þeir náfrændur hákarlanna. Ég veiði háf og háfur og hákarlar eru skyldir en ég er grasafræðingur þannig að ég er ekkert að spá í það. Ég fæ svona hjartslátt. Já, ég veit það. Þetta er svolítið skeri. En svo er málið sko að bara fylgjast með öldunni. Já. Og sér hvað hann kemur hátt upp og svona og svo ertu búin að vera hérna svolítið og áttar þig á því. Þá ertu svona að finna þig svolítið sko. En þurftur ekki að kynna þér þetta eitthvað? Ekki bara veðumaður á stað hér í þessari náttúru og veiðir háf? Jú sko, maður einmitt gerir það. Það er bara að gera að vaða af stað og bara prófa. Núna fór hann út í vatnið. Hann fór út í sjó. Já. En hverjir eru þetta sem eru að koma með þér í þessar ferðir? Þeir hafa verið, aðalega og bara nánast eingöngu útlendingar. Og það hafa verið bara ferðamenn hérna á hótelunum í kring, Strakt á hótelinu og Hótel Rangá og fleiri. Og það er voðalega algengt að menn eru svo sett að keyra á svona í prívatferðum á stóru jeppunum og þeir bara þá koma hingað niður í fjöru og þá er ég tilbúið með allt uppsett og menn veiða í 2-3 tíma eða lengur og halda svo áfram ævintýrunum og ég fer heim. Ógeðslega gaman. Blúshátíðin á Höfn nýtur mikilla vinsælda og hefur gert frá upphafi. Hátíðin í ár var engin undantekning og tókst vel. Það hefur nú alltaf verið óbúslega blómlegt tónlistarlíf hérna. Og mikið af fólki sem að spila og mikið öflugur tónlistarskóli og þannig að tónlistarlífið hérna á Höfn á sér mjög djúpar rætur og langar. Er vinsælt að koma hérna í pakkhúsið? Það er það og það er svo skemmtilegt þegar ég er að hringja í bönd og listamenn og athuga hvort þeir vilja koma hérna til okkur að spila. Og ég nefni pakkhúsið, þá breytist einhvern veginn tónninn. Það vilja allir vera hér. Þetta er þannig hús. Það verður alltaf gull í þessu húsi einhvern veginn, sko. Það liggur að þurfi ekki hljóðmann, það bara sándar vel hérna náttúrulega. Og það bara að setja í gang og byrja að spila, þá bara er allt æðislegt. Þú tekur fyrstu skeifina. Já. Jæja, þá þurfum við sjálfboðaliða okkar.
Í vetur var haldið námskeið í hestafræðum á vegum Sólheima. Alltaf á hverjum stað erum við að skipta einu sem skeifu og reynum helst að gera þetta á ferð. Námskeiðið var haldið í samvinnu við heimafólki í Vorsabæ í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og þar var boðið upp á fyrirtæksaðstöðu. Ég kynntist hestaþerapíu eins og hún kölluð út í Þýskalandi. Hvað ertu að fara að gera? Ég er að fara að lesa, taka hóur af hestinum. Svo er ég að fara að hreinsa undir hestin. Af því að stundu þegar undir hóinu þá festast svona steinar og mold og svona skítur sem að vera að hreinsa undan þeim. Hvað var skemmtilegast að gera? Hestanámskeiðinu. Ég lærði mikið. Hvað lærðirðu helst? Nutta hesta og svoleiðis. En þú ert svo flinkur í þessum æfingum. Já, það er ekki? Já. En er þetta ekkert erfitt? Nei, þetta er mjög gaman. Þetta er uppáhaldshesturinn minn þessi hérna. Þetta er uppáhaldshesturinn minn. En hvað ætlar að gera? Ætlar að halda áfram? Næstum því, ég hugsa að gera það, Jón. Ég vil gera það, ég vil halda áfram bara. Það er bara gaman að þessu. Settum á lítið námskeið núna í febrúar til apríl. En þegar var komið í lok apríl þá neituðu allir að hætta. Þannig við þurftum að skella á framhaldsnámskeið og það búið að ganga rosalega vel og við erum mjög ánægð með þetta. Og ég erum í rauninu bara að láta okkur dreyma að taka þetta núna á næsta stig og nú ætlum við bara svolítið að skóra á formin hestamannafélag að bara taka þátt í þessu með okkur og vildum gjarna stofna svona sérdeild til að gefa fleirum tækifæri til að stunda þetta og líka halda þessu við þó að sé ekki bara bundið við eitt námskeið. Ég er svo stolt af ykkur í alvöru. Þið bara myndastu öllu. Tókst mjög vel. Og svo bara segjum við bara takk fyrir skóla. Takk fyrir okkur. Nei, ég man ekki eftir því að við mættum ekki vera út á brú. Það sem aftur á móti var nú aldrei rætt, það var til dæmis að menn léku það aðeins að fara upp á þessa víra og mér er sérstaklega minnist að ég hef ekki verið svona 10 ára, 11 ára eitthvað svoleiðis að þá vorum við staddir hérna einhvern tímann svona bara miðjum degi eins og þessum nokkrir og þar með sko 2 strákar sem eru nú töluvert eldri en ég, 5 árum eldri, hugsa ég. Og þeir fara að halda því fram að þeir geti farað þarna på topp og ég, náttúrulega, sko, mér fannst bara það átti að láta mig, sko, peði trú ykkur vitleys þetta og bara einhver þvæla, þið getur það ekki. Jú, þau sögðust að fara þetta og einhvern veginn vex þetta orðavorði og ég átti 50 kall. Líklega, sko, hefur þetta verið á laugardegi því á laugardegum fékk ég 50 kall, ég fikk vasapenning. Og ég lofaði þeim 50 kallinum fyrir það ef að þeir sko standi við þetta gropsitt að fara alla leið upp. Og þeir gera það og þeir gerðu meira, þeir lofuðu því að fara semst upp hérna megin og niður á miðjunni og hoppa svo inn á brúna. Þegar þeir eru komnir upp að þá gugnar annar þeirra á því að fara niður á miðri brúnni og fer niður sömu megin sem náttúrulega, sko, það svo glannalegt að fara niður yfir ánni þó að sé kannski meira aflíðandi þá er það yfir ánni og það svona Og ég held að það hef ekki verið sko nánasarhátturinn í mér, ég held að ég hef ekki átt hugmyndina, ég held að við komum frá þeim sjálfum að þá borguðu mig 10 kall tilbaka. Ég skal borga þér 50 kall. Fæ ég 50 kall? Þú fæ 50 kall, ef þú ferði upp. Ég var ábygglega 10-11 ára þegar ég þorði fyrst upp á stóra klettin. Heldur þú komist niður? Ég fæ aftur 50 kall þá. Já, en þú fær bara 40 ef það klikkar á þessu. Samkvæmt þessu skilti hér geymir þetta hús vel varðveitt leyndarmál og það er náttúrulega nóg til þess að við verðum að fá að kíkja inn. Við erum á leiðinni á stefnumót við Vorbóðann, vélbátinn Skaftfelling. Skaftfellingur kom til landsins 1918 og hann var óskabarn eins og fyrstu skip Eimskipafélagsins á þessum árum. Hann var ævintýrið sem allir Skaftfellingar keyptu hlut í, jafnt ríkir sem fátækir. Ástæðan fyrir því að hann hættir er fyrst og fremst að það er bara búið að leggja vegi. En hvað verður svo til þess að hann kemst heim aftur? Það var í raun ástfóstur einnar konu á Skaftfellingi. Sigrún Jónsdóttir kirkjulistakona og þegar hún er að alast upp þá er alltaf talað Skaftfelling sem Vorbóðann. Svo 2001 þá nær hún þessu takmarkið sínu áorðu bátinn og kemur honum af stað til Víkur og sveitafélagið skaffar þá staðinn, þetta hús fyrir Skaftfelling og hér er hann í dag. Þetta var náttúrulega alveg svakalegur flutningur. Draumurinn er auðvitað að geta byggt hann sýningu
og sýna honum þannig virðingu. Það alls ekki ætlunin að gera hann upp, enda það bara nánast ómögulegt. En væri hægt að gera hann upp ef þú fengir ofsalega margar milljónir? Ekki allt hægt? Þetta þorpið sem reis í grunnskólanum í Þorlákshöfn í vikunni. Hér gríðarlega góð stemning, íbúarnir nýbúnir að fá útborgað og aðkomumenn, langflestir frá Þorlákshöfn, hafa flykkst í heimsókn og í óðaönn að skipta krónunum sínum í gildandi gjaldmiðil, þollara. Þetta bara mjög gaman, allir aldur saman. Hvað finnst þér læra á þessu? Bara samvinnu. En hver nú helstu málefnin sem að brenna á þorpsbúum? Herðu, það kom í fréttum núna að það væri verið að nota iðnaðarsalt í kaffihúsinu. Þannig að það var heitasta málið. Þannig að við fórum á stúana og kíktum á það og það kom í ljós að það var ekki. Þetta var bara mjög gott salt sem við verið að nota. Nei, 500. Og þegar upp á staðið þá þetta bara fólk í vinnu. Það vinnur í 3-4 daga og fær svo kaup fyrir. Við greiðum út, í morgun voru greidd út laun og þú getur farið síðan þorpið eftir 11 í morgun. Þá var opnað fyrir sölu á framleiðslunni. Eins og þið hafið séð á yfirferðinni hérna, það mjög fjölbreytt, það sem hægt að versla. Þurftum eiginlega að hafa þetta svolítið ódýrt til þess að reyna að losna við? Ég er nú ekki búinn að telja ennþá, en mér sýnist að það sé verulegur afgangur. Langama, fædd 1885. Langama, fædd 1851. Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer. Listasafn Árnesinga hefur fyrir löngu sannað sig sem menningarhús. Þar eru settar upp 4 til 5 stórar myndlistasýningar á hverju ári og auk þess eru allskyns viðburðir í safninu, tónleikar og fræðsla. Þegar við, að sunnan, kíktum í heimsókn, var að ljúka sýningu sem hefur vakið verðskuldaða athygli. Ákall nefndist hún og þar sýndu 24 myndlistamenn verk sín. Þar á meðal Guðrún Tryggvadóttir en verkið hennar nefnist Aldarklukka. Þar sýnir hún tengslin milli kynslóða og eins og hún segir sjálf myndræn framsetning tímans. Og svo önnur sem að býður örlega sinna í bókstaflegri merkingu. Sú snýst listamennina í Hveragerði en Guðrún sem formaður Liststunafélags Hveragerðis hefur hannað 2 sýningar þeim til heiðurs. Það var svona farandssýning þessi síðasta sem heimilislaus og vandamáli var náttúrulega alltaf hvar hefur maður svona sýningu. Og síðan komist bara þeirri niðurstöðu að vera úti. Þannig að þyrfti ekki eftirlit og væri bara stöðugt opið fyrir ferðamenn og alla. Og niðurstaðan svo að leggja til að setja upp sýning í listigarðinu hérna. Bæði skáldir sem að bjuggu hérna áður og nýri listamenn og málara. Hveragerði náttúrulega eini svona listamannabærinn, svona sögulega séð. Og það var eiginlega ekki búið að halda því nógu vel að lofti eða allavega ekki mynd gera það og segja frá því að nógu skemmtilega nátt. Þannig að það rauninni það sem okkar verkefni er að gera þessa sögu aðgengilega fyrir næstu kynslóðir með virðingu fyrir þá kynslóð sem að bjóða okkur til. Sveitungar þeirra Önnu og Hjalta stóðu með þeim gegn sýslumanni, allir sem einn og því gat Hjalti dulist árum saman í næsta nágrenni við Stóruborg í sjálfum Paradísarhellinum. Maður fattar þetta ekki fyrir maður komin að honum. Þetta frábær felustaf. Og hér dásandinn. Hjalti ekki heima en andi hans svífur hér yfir vatnum. Það spegilslétt gólf. Nánast bara eins og marmaragólf í þessum helli. Alveg slétt fín hellan. Það bara nánast eins og hér sé þetta ekki allra fínasta í dag að eiga einmitt gólf úr högnum náttúrusteini og hér fyrirmyndin og auk þessi sem að náttúrulega þessi gullfallegi mosalitur sem hér komið að því að vatninu að seytla þeim gegnum sprungunar og hann orðin eiginlega alveg mosaklæddur hérna að innan. Heldur að hafi farið sæmilega hann hérna? Nei,
ekki samkvæmt þeim hugmyndum sem að við gerum okkur nýja á þeim tíma. Þetta hefur verið ægilega erfið og hörð vist, það alveg ljóst. Þannig að Paradísarhellir kannski ekki alveg rétt nefni? Nei, Paradísarhellir nú sennilega ekki rétt nefni, enda man ég eftir því í sögunni þá lætur Jón þau engu að síður líta á þetta sem einhvers konar himnaríkisvist þegar þau finna hellinn og svona sjá að þarna sé hægt að nota hann. En ég man nú einmitt eftir svo síðar í sögunni þegar annað kemur á heimsækjan einhvern tímann þarna seinna, þá hann nú farinn að kenna staðinn Hjalti sjálfur við hinn staðinn. Hann búinn að snúa þessu við, þannig að það hefur oft verið ansi kalt og erfitt í hellinu hjá Hjalta. Þetta steinselja sem var sáð á 50-daginn fyrir bráðum 2 vikum. Hún bara svolítið lengi að spíra, þess vegna hún hér ennþá. Kryddjurtir í aðalhlutverki í gróðurhúsunum á Ártanga, þar sem að hjónin Sigurdís Edda Jóhannesdóttir og Gunnar Þorgeirsson stunda sína ræktun. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig lentuð þið inn í þessu gróðurhúsaævintýri? Það nú eiginlega bara fyrir hvatningu Bjarna sem að startaði Blómaval. Við vorum að fara bara að vera með kúabú. Pabbi og mamma voru með kýr og Gunnar hafði ambisjónur í að bara stækka það og verða bara með risa kúabú. En ég var nú aldrei alveg svona rosalega spennt og þegar Bjarni kom og stakk upp á við okkur að fara til Danmerkur og kynna okkur garðyrkju vegna þess að hér var heitt vatn sem bara vall upp úr jörðinni og var bara beðið eftir að vera notað. Að þá gripum við það og fórum og kynntum okkur skrautblómaræktun. Vorum í pottaplöntum og sumarblómum líka aðeins úti í Danmörku. Töluvert á annan tug tegunda vex og dafnar í gróðurhúsunum á Ártanga. Plönturnar lifa saman í sátt og samlyndi, ilmurinn ómótstæðilegur og handtökin sem að fylgja hverri plöntu eru óteljandi. Við erum náttúrulega kryddpíurnar hérna. Já, auðvitað. Djók. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Þegar þú horfir tilbaka, heldur að þú hefðir frekar viljað fara hina liðin, saknar kúna? Nei, eiginlega ekki. Það var aldrei mín ósk að fara í, og mér fannst, auðvitað fór ég alltaf í fjósið hjá pappa í gamla daga, en það ekki óska vinnan mín. Leave this yellow one. I'm going to use that. Bærinn Stokkseyrarsel rétt austan við Stokkseyri. Þar búa hjónin Ragnhildur Sigurðardóttir og Sigurður Torfi Sigurðsson og það óhætt að segja að búskapurinn hafi tekið á sig óvenjulega mynd síðustu vikur. We've been out here for 10 days building with about 50 people, a mix of Icelanders and folks from 10 different countries, I think. And it's been a festival already. And we have pretty much everything on the timeline to get it done by tonight. And then we'll open the doors, open the gate, and the whole community will come on, and we're so excited. Ást og friður og virðing fyrir náttúrunni, sjálfbærni og hamingja. Öll þessi orð eiga vel við tónlistarhátíðina Sagafest sem haldin var á túninu í Stokkseyrarseli helgina. Woodstock-Seyrarsel, það svona, mér finnst það svolítið klikkað í byrjun. En já, bara list, ég raun ekkert á þetta þegar kona mín kom hérna. Sagði mér þessa hugmynd að þetta fara að halda tónlistarhátíð hérna og í maí og svo, vá maður, þetta En þegar ég hitti fólkið skott og hans fólk þá kviknaði bara með þetta bara frábært, þessi hugmynd sem við komum með. This is the beginning of a journey, and we want to really build up this festival every year and, create something that's really meaningful and impactful. And so, yeah, we'll definitely be here next year. Þessi búð átti náttúrulega bara að heita Sveitabúðin, en það sem að amma mín hét Sóley Þorsteinsdóttir og rak verslunina Sóley í Reykjavík og sagði mamma við mig endilega látt hana heita Sóley og þegar kaupmaður þér Sóley eins og ömmuðinni og þær systurnar, mamma og systur hennar gáfu mig merkið hennar til afnota
Þarna gamla verðmerkingin hennar og þannig að blómið hennar sko. Og það hefur verið svona gæfa. Þannig að hún fylgir þig? Já, ég held það. Skammt austan við Stokkseyrarsel sveitabúðin Sóley. Það má kalla hana hálfgert leyndarmál, en þó kannski ekki, því að fjölmargir leggja leið sína í Flóann, gagngert til að fara í búðina og kannski ekki síður til að hitta eigandan Sóleyju Andrésdóttur. Við vorum búin að vera að skoða jarðir í mörg ár. Ætluðum okkur alltaf að fara í sveit ef við getum. Og síðan vorum við svona alltaf að skimma, eða þú veist, það var áhugamálið að skoða jarðir. Sko þetta gamalt refahús, þetta rými hérna og við hugsaðum bara alveg frá byrjun að þetta yrði þægilegt aðgengi fyrir þá sem að koma í heimsókn til okkar í og svo hópaferðir eða búðina og svona. Og þannig að það situr ekki alveg upp með mjög mikla skítafílu þegar þú fer hérna. Þú getur svona farið á blankskónum hérna inn og fengið að fylgjast aðeins með. Útsýnið hérna er náttúrulega alveg ótrúlegt. Já, það er nefnilega þáttur hérna finnst mér í því að hafa svolítið trjáleysi. Það er stutt síðan að voru hérna Danir og maðurinn kom í eldhúsið og gekk fram með eldhúsglugganum og sagði ég skil ekki hvernig þú getur elda mat í þessu eldhúsi. Ég myndi bara góða út úr gluggana. Í Torfbæ við Hæðagarðsvatn í nágrenni Kirkjubæjarklausturs má finna fjársjóði úr náttúru Skaftárhrepps og ef maður finnur þá hægt að hanna sinn eigin minjagrip. Hafa sem sagt svolítið af Skaftárhreppi með sér heim. Samkvæmt kortinu þá erum við komin á fjársjóðsstaðinu, það ekki? Jú, þetta sem sagt Torfbærinn sem hefur að geyma 6 skúffur sem eru opnanlegar sem eru mismunandi fjársjóðir, náttúrulegi fjársjóðir úr náttúru Skaftárhrepps eins og til dæmis rauðgrýti, fjallagrös og hreindýramosi og svartur sandur, ullarlagður og hreint loft. Ég þarf að setja svartan sand neðst held ég. Já. Er það ekki? Já. Hvaðan kemur hann? Sandurinn hann kemur úr Skaftá sem er svona lífæð svæðisins. En hraunið, ef ég fæ eitt hraunmóla líka. Já, þetta er hraun sem við fengum leyfi til að taka úr námu rétt hjá. En er vísun í Eldgjárgosið sem var 934 til 940. Og landbrotshólarnir eru til merkis gervigígarnir í landbrotshólum. Heyrðu, og svo bara fylli ég þetta upp með skaftfellsku lofti, er það ekki? Já, hreinu ómenguðu skaftfellsku lofti. Svona náttúrulega, það ekki? Já. Og hvað gerir svo? Heyrðu, svo er innsiglið, svo bara lokaru krukkunni og innsiglan hana. Og svo merkir hvað þú settir í hana, hvaða efni þú ákvast að setja í hana, skrifar það hér og dagsetninguna, hvernig þú varst á ferðinni. Og þá ertu búin að útbúa þinn eigin minjagrip úr Skaftárhreppi. Ég besta fáki fráum, framum veg og fjallabílum háum, hleypi ég og góla kissi kinn. Og góla kissi kinn og harða sveppi hendist áfram klárin minn. Það þriðjudagskvöld og kóravingi félagsheimilin og Flúðum. Karlakór hreppamanna á sviðinu, Miklásdal Mæ við píanóið, Labbi í mánum og glóru líka mættur ásamt bassasyni sínum og Smára bassaleikara. Og sú sem stjórnar þessu svo öllu saman Edith Molnar. Takk fyrir allt, ta-tam-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Þetta bara kom hugmynd þegar ég átti heima hér í Hrunamannahreppi, kom í ljós að köllunum finnst óstalega gaman að syngja í kór og þeim langar að syngja í karlakór og þá var engin karlakór til í hreppnum og þá bara datt okkur í huga að kalla saman nokkrir góði söngmenn og þetta byrjaði ég held með svona 25 kallar. Og eins og 18 eru ennþá í kórnum núna. Hvernig var fyrsta æfingin hérna hjá kórnum fyrir 18 árum? Hún var mjög skemmtileg. Það var svona koma auglýsingum að það ætti að vera stofna hérna karlakór og það var á 1. apríl. Og svo mikill áhugi var að 20 kallar voru alveg tilbúin að láta plata sig. Hver hátta lyfti nakka, hvessir blá. Ringi vanka, horfið á. Skota
Staðfyrir voru ekki tilbúinir, þetta var hægt, rólegt, svo faxa til, aftur sama stað. Hvernig stjórnandi er hún? Hún alveg dásamleg. Hún hefur skemmtilegan aga, nær alltaf að láta okkur læra það sem hún vill gera þó okkur lítist ekkert á lögin til að byrja með. En þá fer þetta alltaf í gegn fyrir rest. Þusið þið eitthvað svona, eru þið erfiðir stundum í byrjun? Nei, ekki við hana held ég. En við kannski við hvern annan svona, þegar hún er ekki. Já, takk fyrir. Þetta er 20. og 4. og jáfnframt síðasti þáttur þáttaraðarinnar að sunnan og þá gerum við það sama og miðbik hennar. Við rifjum upp það sem hefur verið að gera að undanförnu og rifjum... Ég er öll að fjúka hérna. En fyrst af öllu þá ætlum við að mæta óboðin í 50 afmæli. Vottaður hárið. Ég bara neita að taka þátt í þessu. Það var á, hvernig byrjaði þetta? Það var á 5. áratug síðustu aldar sem Margrét byrjaði að taka upp þessa kynningu. Nú 40 árum síðar tókst þetta. Ja, 70 árum. 70. 70 árum. Er það ekki? Ekki komið? Júhú! Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.